komið sæl, ég heiti Gísli, ég er lektor í geðhjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Ég læriði í Bandaríkjunum, tók bæði svona sérfræðinám í geðhjúkrun þar og síðan kláraði doktorsgráðuna 2012 og með aðjúnktstöður líka á Háskóla Íslands og University of Minnesota. Var að kenna á báðum stöðum og í rannsóknarsamstarfi þar líka. Og það sem ég langaði að tala þetta svona dálítið miskunnarlaust plögg, þessi fyrirlestur. Ég svona hugsaði, þannig að nú ég búinn að vera hérna á Akureyri í 3 ár, ég veit ekki hversu mikið ég þarf ennþá að sannfæra ykkur að ég sé klár, Þeir sem ekki sannfæri nú þegar trúa því líklega bara aldrei hvað sem þetta. Þannig að mér langaði svona að fara yfir dálítið bara þetta að reyna að mæla árangur og stór hluti af því þetta samstarf sem okkur náttúrulega við Háskólann á Akureyri langar svo að eiga og eigum náttúrulega við SAK og það er náttúrulega formlegt en okkur langar náttúrulega að eiga ennþá meira samstarf og við erum með yfir 100 meistaranema sem við erum að tala að verða aðeins meira kvikindislegri við og beina í ákveðnar áttir og til dæmis svona verkefni árangursmælingar af starfinu hér einn af hlutunum sem væri spennandi að nýta þá í. Þannig að þegar þeir að farast að ný verkefni eða einhver svona sértæk inngrip eitthvað slíkt, að þá ekki bara innan geðheilbrigðisþjónustunnar heldur að við öll og þið hérna sem eru frá spítalanum séð að hugsa framhaldsnema okkar líka, hvort að þetta væri ekki perfect fyrir einhvern framhaldsnema við Háskóla á Akureyri. Og ég tala nú ekki að við fáum síðan öðruvísi framhaldsnám seinna, sem vonandi gerist, að það opnar þá ennþá fleiri til. Harpa, ertu ekki spennt líka fyrir þessu saman? Ég veit að ég ekki að segja þetta í fyrsta skipti hér. En þetta einn af þessum hlutum sem og líka nemarnir bara rosalega spenntir fyrir svona rannsókn. Af því að þetta svona real life og skiptir máli. Þetta náttúrulega bara, Ari Fróði var löngu búinn að fatta gagnreynda heilbrigðisþjónustu. Hann fæddist 1067. Hvað missagt í fræðum þessum þá skylt að hafa það heldur sannara reynist. Byltingakennd hugmyndafræði sem okkur hefur ekki alltaf tekist að fara eftir í geðheilbrigðiskerfinu allavega. Það þessi gagnreynda geðheilbrigðisþjónusta, ég kýs að nota svona bara þverfaglegt heiti yfir þetta, evidence-based practice, sem ég veist ágætt, en það til svo sem evidence-based og síðan bara fill in a blank, sama hvaða starfsstétt eða svona disciplín maður í. Þetta náttúrulega sífellt aukin krafum og þegar ég fór í gegnum þetta, þegar ég var í svona, hvað ég var að kalla þetta, svona framhaldsnáminu mín í geðhjúkrun, það var 2006-2008, að þá var þetta eitthvað bara svona gegnum sósa í gegnum allt námið mjög miskunnarlaust. Þetta er bara stefna Háskólans í Minnesota, þetta og nálgunin á allt sem við vorum að gera byggðist á þessu evidence-based practice. Síðan þegar ég fór í doktorsnámið þá fórum við kannski að sjá ákveðna svona galla á þessu, þannig að ég er ekki að segja að þetta sé fullkomið gallalaust eða gagnrýnalaust. Og það er náttúrulega sumt að sem við erum svo sem að kljást við er dropout eða fólk þegar við erum að reyna að byggja á rannsóknarniðurstöðum og fyrir síðan að horfa á hans aðferðafræðina baku þá dropout svakalegt. Þetta skiptir svo miklu máli í geðheilbrigðisþjónustunni. Eru ekki alveg með? Ekki með? Þetta skiptir svo miklu máli í geðheilbrigðisþjónustunni af því að við erum með og ég segi þetta í svona pínu kaldhæðni og ég meina þetta ekki sem vanvirðingu okkar skjólstæðinga hópa en við erum með óþæga hópa. Við erum með fólk sem mætir ekkert endilega þegar það á að mæta einhverja mælingar. Það fyllir ekkert út einhverja endilega lista sem við sendum heim til þeirra og svo framvegis. Það hefur bara nóg annað að hugsa og náttúrulega oft fólk að kljást við ákveðna vitræna skerðingu, óskipulega í hugsun og svo framvegis að stundum náttúrulega bara trausti lítið til kerfisins og annars slíkt. En þetta getur verið oft vandamál þegar við erum að reyna að skoða árangursmælingar á geðheilbrigðissviðum. Það skortir á þessum in vivo rannsóknum, þannig að oft verið að gera rannsóknar í mjög svona ósannfærandi kringumstæðum. Þannig að við segjum til dæmis að ég var að vinna hérna í barna- og unglingageðteyminu til jóla og þar til dæmis kannski var ég að reyna að nota hugræna atferlismeðferð í ákveðnu samhengi með skjólstæðingum.
og þar voru þeir, og kannski við þunglindi, segjum það, og þá, svona í fullkomnum heimi, þá reynir maður náttúrulega að fara eftir einhverju meðferðarprótókól sem búið að sanna virkar. Að ég get sagst vera að gera ham, en það kannski ekki ham sem beinlínis búið að sanna neins staðar. Skiljið hvað er að fara? Grundvallar lögmálin eru kannski til staðar, en svona, svo maður vilji alveg fara eftir rannsóknar niðurstöðum, þá reynir maður náttúrulega að gera það saman. Þetta svona eins og ég væri í geðheilbrigðisþjónustunni að gefa Ciprexa og væri síðan bara að gefa Abilify. Skiljið hvað er að fara, eitthvað allt annað. Ég verð að vera, gæðin verð að vera til staðar. Það sem ég segist alltaf að vera að gera, það er mjög mikilvægt að ég sé að gera það og við séum sammála það að X þýði X, ekki Y. Og það er ekkert algilt, oft segjumst við vera að gera eitthvað og það er ekkert alveg skýrt hvað þetta X sem við segjumst vera að gera þýðir. Þannig að oft skortur okkur þessar rannsóknir og að reyna að fara svona eftir meðferðarprótókollum í geðheilbrigðisþjónustunni, svo sem eins og sums staðar annars staðar, er rosalega erfitt af því að þú kemur með einhvern ólgandi ferskan úlning hérna sem er með þunglindi og þú hugsaði gott til glóðurinnar með fína bæklingin sem þú ætlar að fremja á honum og síðan bara mætir ekkert í annan tíma. Þriðja tímanum neitar hann að gera heimanám, sem er alveg mikilvægur partur af þessu. Fjórða tímanum, þá var hann að skera sig svo mikið kvöldið áður að við þurfum að eyða öllum tímanum í það og getum ekki farið í fjórða hlutan í meðferðarprótókollum og svo framvegis og svo framvegis. Skiljið hvað er að fara? Endalaust svo. Næst þá hafði hann ekki mætt í skólann í 2 daga. Við erum að vinna með það miklu frekar eða eitthvað annað. Þannig að raunveruleikinn, hann er óstýrilátur. Og ég veit ekki hvort það á sérstaklega við geðheilbrigðisþjónustuna, en það á svo sannlega við hann. Og stundum erum við með óraunhæf meðferðarviðmið og handbækur. Og síðan amma sagði þetta alltaf. Þannig nú er ég orðið kannski nógu gamall að vitna í ömmu mína. Skipað gæti ég væri með hlýtt, sko. Og ég er einn af þessum skrýtnu hjúkrunarfræðingum sem skrifa út lyf í Bandaríkjunum og það kom mér svo óvart fyrstu árin þegar ég var að gera það hvað fólk bara gerði það sem það vildi gera. Ég hélt að það breyttist eitthvað að það væri lyf í taflinu. Nei, náttúrulega rannsóknir hafa stutt þetta líka. Ég er búinn að gera eitthvað svaka fínt meðferðarplan, fínt maður, búinn að leggja þetta allt út fyrir þess, síðan komaði aftur eftir 2 vikur og ég segi hvernig gekk nú bara mjög vel og hvernig finnst þér lyfin? Já, ég hætti nú bara að taka rauðu töfluna. Ég bara, já, ég hætti bara að taka rauðu töfluna. Ég tek bláu töfluna bara á þriðjudag. Mér finnst það best. Ég verði eitthvað skrítan að henni, þannig ég tek hana bara á þriðjudag. Síðan er ég eitthvað að reyna árangursmæla og vera eitthvað vísindalegur í þessu, skilja ég. Og fólk bara gera það sem fólk gerir. Það þýðir ekki að við eigum að henda öll út fyrir og ekkert hugsa þetta, en þetta er samt. Þegar ég byrja sem rannsakandi að tala um árangursmælingar við klínikara, þá er þetta það sem ég fer að heyra. Skiljið hvað er að fara? Klínikarnir verða bara pirraðir á mig. Og skiljanlega, því ég er náttúrulega líka vinn í klínik, ég skil þetta. Skipað gæti ég væri með hlýtt. Hvernig vitum við hvað virkar það best fyrir þessa óþægu hópa? Og það er, eins og ég segi, ég nota þetta í svona kaldhæðni og af því að það getur verið þetta viðhorf okkar, ef við erum dálítið í forræðshyggjunni, þá dettur kannski þetta viðhorf. En við græðum bara ekki mikið á endalausum rannsóknum á tvítugum hjúkrunarnemum. Það er alveg frábært, skiljiði mig, en fyrir mig og skjólstæðingahópinn sem ég hef mestan áhuga á, sem er einstaklingar með alvarlega og langvinna geðsjúkdóma, þá bara græði ég rosalega lítið á að vita hvað virkar fyrir einhverja 21 ára stelpu í Kansas. Skiljið hvað er að fara, sem hefur ekki geðklofa, enga alvarlega geðsjúkdóma, skiljið, þau bara út að hlaupa og eitthvað svona. Ekkert að gera lítið úr henni, þar er henni að skipta máli, en það er ekki að öllu jöfnu minn skjólstæðingahópur eða markhópur í mínu rannsókn. Þannig að, og ég fann það vel í doktorsnáminu, að fólk fannst ég vera algjörlega, skal aðeins flakka hérna, fólk fannst ég algjörlega ruglaður að vera að rannsaka núvitund fyrir fólk með heilaskaða og vímuefnavanda. Þegar það var fólk sem sagði, þú ert að klára þessa gráðu einhvern tímann, þú getur ekki verið að rannsaka þetta fólk, sko. Það gerir bara eitthvað. Sko. Rannsakendur verða líka bara stressaðir þegar við förum að tala um hópa sem gætu verið með vesen, svo ég tala nú bara hreint út. Og það er náttúrulega bara því að einkenni þeir eru þannig, það er ekkert persónubundið. Þetta er þessi píramídi sem við reynum að fara eftir og kannski fyrir mig er bara mikilvægt að muna að jafnvel þó við séum að vinna út frá anecdotal evidence, þá er það samt evidence-based practice. Oft þegar við tölum þetta evidence-based practice sem fer eftir bestu sönnunum að öllu því að þá dettum við dálítið út úr því að muna það
að þetta samt inn á píramídan. Oft erum við að fylgja þessu eftir. Sérstaklega í geðheilbrigðisþjónustunni. Þið þurfum bara til að átta ykkur á því þið þurfum bara að skoða lyfjameðferðina hjá mörgum skjólstæðingum í geðheilbrigðisþjónustu. Að ég get lofa ykkur því að það ekki til stór randomized control trials hvernig, þú veist, 300 milligram af Effexor, skulum segja 60 af Ciprexa, 30 milligram af Ritalini og 10 milligram af Sópin virka saman. Skiljið hvað að fara? Það bara, okkur rennur kalt vatn milli skinns og hörunds að reyna að hugsa bara lyfjafræðilega milliverkanir. Hvað þú heldur að það sé til fyrir stóra rannsóknir nákvæmlega hvernig það virkar. Þá erum við miklu meira bara hérna, mögulega í case studies, þessum hugmyndum, sérfræðiákvörðum og svo framvegis og síðan í anekdotal evidence. Og það á við fullt af annarri meðferð líka, ekki bara lyfjameðferð. Af hverju erum við að mæla árangur? Það þessi siðferðis- og gæðakrafa náttúrulega. Það eru takmörkuð úrræði. Þannig að við höfum ekki endalausan pening og endalausan tíma. Þannig að við viljum að gera það sem virkar best. Og það náttúrulega þessi spurning, til hvers erum við að borga sem samfélag fyrir eitthvað sem virkar ekki? Það náttúrulega algjörlega galið þegar maður fyrir að hugsa það. Þannig að við viljum, þó að þetta sé ekki fullkomið módel, að þá viljum við samt eins og við getum reyna að borga fyrir það sem virkar. Og meðferðin okkar alltaf gagnrýnd. Og þetta bara svona spurning sem mikilvægt fyrir okkur að spyrja. Samtalshópameðferð, lyfjameðferð, annað sem við erum að gera. Hversu meðvituð erum við rannsóknir á bak við það? Erum við það frústruð á þessu evidence-based stöffu öllu að við hendum því bara út úr gluggann? Eða erum við að reyna að taka það inn eins mikið og hægt og við á? Og ég gerir mig vel grein fyrir því að þetta ekki snirtilegt og að hljómar en engu að síður. Hvað erum við að reyna að gera? Og náttúrulega hluti af þessari gagnrýndu meðferð að átta okkur á því að ekkert virkar fyrir alla nema vatn og súrefni. Þannig að jafnvel í því sem virkar best fyrir fólk, svo ég taki nú inngrip í geðheilbrigðisþjónustunni, þá erum við að tala um svona 60–70% árangur tops, sama hvaða inngrip það er. Það þýðir að þessi 30–40 af 100 sem viðkomandi inngrip virkar ekki fyrir. Og við þurfum líka að hugsa þau og gagnrýnd meðferð snýst það að við höfum meira heldur en bara eitt áhald eða eitt tól í verkfærabóksum. Því að ef við höfum bara hamar, þá virkar hann bara á þessa 60% sem eru naglar. Og síðan erum við bara með 40% af skrúum sem við vitum ekkert hvað að gera. Skiljið hvað að fara. Reynum að negla á þær og erum alltaf að blissa að virka ekki. Þannig að við þurfum að vera mjög meðvituð það að það virkar ekkert fyrir alla. Og geta farið þá niður stigann og átta okkur á því hvað næst. Og mögulega þá hvað skjólstæðingurinn í geðheilbrigðisþjónustu skipta miklu máli, hvað skjólstæðingurinn vill, af því að það ræður þetta hversu vel inngripið virkar. Meira síðan með lyfjameðferðinni. En hvernig veitum við hvað virkar? Það eru svo stóru rannsóknir í útlöndum, hversu vel hægt að yfirfæra niðurstöðuna virkni inngripa í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi, eitthvað sem við þurfum aðeins að hugsa. Hvaða rannsóknir þetta? Hvar það framkvæmdar? Á hvaða aldurshópum og svo framvegis? Þú veist, við erum að reyna að horfa til gagnrýni á þetta. Hversu áreiðanlega erum að fylgja eftir þessu meðferðarhandbókum sem rannsóknir eru byggðar á, það skiptir dálítið miklu máli líka. Og hversu vel eru inngripin okkar að virka, hjá okkur, fyrir okkar fólk og í okkar aðstæðum. Og þá kemur þessi spurning, af hverju reynum við ekki allavega að koma að staðnum? Og þetta er Sound of Music, ég skammast mín ekki fyrir það, ég hef aðdáun á dálæti á Sound of Music og það er þessi spurning, hvernig leysum við þetta vandamál? Ég vann náttúrulega í BUG-teyminu og þar áttum við samræður þetta og unnum með hjúkrunarfræðinefnd sem voru að gera lokaverkefni. Hvernig mælum við þennan árangur af þverfaglegri teymisvinnu? Þetta kannski snyrtilegra ef ég einn að hitta ykkur á mannesku með eitthvað sértækt inngrip. En ef við erum með þverfaglega teymisvinnu og með málastjórn, hvernig mælum við árangur af því? Og þurfum við að mæla árangur af því? Ég myndi segja já, það þurfum að gera það. Vegna þess að það kostar heilmikið að hafa þverfaglega teymisvinnu. Og þá þetta spurning, erum við að fókusa á líðaneinkenni barnsins, erum við að skoða ánægju foreldra með þjónustuna, heimsóknir á bráðamóttöku mögulega, hversu oft krakkarnir í teyminu okkar leggast inn á BUG, og ef þau leggjast oftar inn því þá verður það betra, skiljiði mig. BUG allavega finnst að við ættum að minnka innlagnir hjá þeim ef við erum að sinna þessu hér. Ég get alveg sagt ykkur það. Hvernig eru skólinn og kerfin að meta það sem við erum að gera? Og síðan þetta bara, finnst okkur, og þetta svona sem ég lendi dálítið í, þetta bara svona mannlegt dálítið. Fólki finnst bara asnalegt í geðheilbrigðisþjónustunni að spyrja hvernig finnst þér ég?
þið finnst asnalegt að vera að meta. Þetta vandræðalegt. Þetta er öðruvísi sem er að meta tíðni sýkinga á einhverju legudeild eftir ákveðna aðgerð og svoleiðis. Það er ekki eins persónulegt. Þetta af því við erum svo mikið að díla við þetta svona subjektíva, að þá er þetta erfitt fyrir fólk að venja sig á það að mæla árangurinn á starfi sínu. Og síðan bara reynum við að vera með eins mikla aðferðafræðilega fullkomin og raunveruleikinn býður upp á. Þannig að við byrjum bara á 100% rannsóknarsniði, og síðan bara gefum við afslátt, þar til að afslátturinn mætir raunveruleikann. Það er bara þannig. Og síðan er bara spurning hvar hættir þetta að borga sig. Nú fyrir að snilla með heilaskoðun, ég talaði aðeins um það. Þetta var mjög svona ósnyrtilegt rannsóknar umhverfi, en skiptir svo heilmiklu máli, sérstaklega eiginlegu viðtölin sem ég gerði, ég var líka með fullt af listum, að skoða svona hvernig þessi hlutir virka. Sama við erum núna vorum að klára inngrip með núvitund á Sogni og Litla-Hrauni. Þið getið ímyndað ykkur hversu ósnyrtilegt þetta er að rannsaka árangur af einhverju inngripi á fangaskilji. Það er endalaust af stöff að gerast. Þeir eru færðir fram og tilbaka, allt einu detta út af einhverju agabroti, koma aftur inn, það er allt fullt árið, færðir á vend. Skiljið hvað er að fara. Þetta er aðferðafræðileg martröð í rauninni. En þýðir það að við eigum samt ekki að reyna. Það er náttúrulega þessi spurning. Og mitt ákvæmt að jú, við eigum víst að reyna. Síðan er það þessi samantekt bara, það er þessi sívaxandi krafa mælingar árangri í heilbrigðisþjónustunni og það er ekkert spurning hvort heldur hvenær það verður þetta er að koma, er aðeins komið en þetta er bara komið. Og eins og Asia er þetta Affordable Care Act og Obamacare, það var allt fullt af svona viðmiðum og vísum. Þannig að við sleppum ekkert undan þessu og annarlega þegar eitthvað kemur til Bandaríkjanna gerist það svona 15 árum seinna hér og eins og ég segi þetta veit ég að einhverju leyti er að byrja að gerast hér. En það fer samt að koma þessi skýlausa krafa þeim sem er að borga okkur fyrir þjónustuna að við séum að mæla hvernig það gangi. Síðan er það ímyndunaraflið að reyna að vera kreatív hvernig við erum að mæla hlutina, gefa sér tíma, þó við höfum ekki allan tíman í heiminum, vera með eitthvað raunhæft plan, af því að það er oft vesen að standa í þessu og hugsa náttúrulega eitthvað er betra en ekkert, en við viljum samt vera þess metnaðargjörn að við getum. Og síðan kannski bara þetta með mixed methods, að blandaðar aðferðir, það er eitthvað sem ég hef notað heilmikið og hefur gefist mjög vel. Þannig að það er að bæða að nota eiginlegar og meginlegar aðferðir og láta þá niðurstöðurnar svona upp og tala við hvora aðra dálítið og ákveða spurningum. Herðu, þetta er búið, 21 mínúta.